Góðan daginn, gott fólk. Gott að sjá okkur í dag. Ég ætla að byrja að lesa fyrir ykkur úr Sálmi 9. Það stendur: Ég vil þakka þér, Drottinn, af öllu hjarta, kunngera öll máttarverk þín. Ég vil gleðjast og fagna yfir þér, lofsyngja nafnið þínu þú inn á hesti. Og hér aðeins neðar stendur: Drottinn er sestur að völdum að eilífu. Hann hefur reist hásæti sitt til dóms. Og aðeins neðar stendur: Þeir sem þekkja nafn þitt treysta þér. Því að þú, Drottinn, bregst ekki þeim sem til þín leita. Halleluja! Drottinn er sestur hér að völdum. Heilagur andi er hér. Halleluja! Við ætlum að lofa Guð í dag. Ætlar einhver að lofa Guð með mér? Halleluja! Það var rísa fætur. Lofa Guð saman. This is the day you made, so I'll rejoice and be glad. Rejoice and be glad in it. This is where I believe that you are more than enough for me. You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Oh, my soul, bless His name. All that is within me say, the joy of the Lord is my strength. Jesus, come what may, you are worthy of all my praise. You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Oh, my soul, bless His name. All that is within me say, the joy of the Lord is my strength.
Takk, Jesús. Halleluja, Faðir. Takk, Jesús. Ég leita þín og líta vil, því lausn og hjálp hjá þér ég finn, í sérhvert sinn, hjálpar hönd og miskunn. Og þegar hleyp ég þreytist ekki, nýja þrótt hjá Guði finn, því treyst ég get og mína von á Kristi sinn. Og sál mín syngur, ást þín endalaus, ást þín endalaus. Ást þín endalaus. Ást þú gafst, því elskar
Ást þín endalaus. Ást þín endalaus. Halleluja. Ást þín endalaus, drottinn. Faðir minn, við bara komum fram fyrir þig á þessar stundu, drottinn minn. Faðir minn, við leggjum fram bænarefnin sem eru okkar hjarta fram fyrir þig, drottinn minn. Faðir minn, við leggjum einn og sérhvert fram fyrir þig, drottinn minn. Ég bið að mæta einum og sérhverjum á þessari stundu, drottinn minn. Faðir minn með lækn og laust, drottinn minn. Þar sem eru ótti og kvíði megi koma þinn friður, drottinn minn. Fyrir þá sem að ganga í ólgusjó þessa dagana, drottinn minn, að þau megi vita og finna að þú ert með í storminum, drottinn minn. Heilagi Faðir minn, bara þinn frið hér í dag, elsku drottinn. Ég bið þess að hver og einn megi finna, hann ekki einn, drottinn, á þessari stundu. Kira landora lari andara shikiri andara lari ando. Hobra shiri andara lari laria. Takk, elsku drottinn, fyrir þína nærveru, drottinn minn. Takk fyrir þína lækning og lausn, elsku Faðir minn. Faðir minn og Guð. Faðir minn, ég bara, takk fyrir þessa stund, elsku Faðir. Hobra shara landora lari andara lari ando. Hira landora lari ambra siri andora lari andora lari ando. Cobra shalarambra siri andara lari. Faðir minn, þú þekkir þá sem eru hérna fyrir utan og glíma við alls konar, drottinn. Hvort sem það ótti eða kvíði eða veikindi eða myrkur eða hvað það drottinn minn. Faðir minn, við bara biðjum yfir landin okkar, við biðjum yfir Kópavogi, yfir landinu Íslandi, drottinn minn. Ég biðist, drottinn minn, að þú megir snerta við fólkinu hér fyrir utan í dag, drottinn minn. Ég biðist að þú megir snerta við hverjum og einum, elsku Jesús. Takk, drottinn minn. Heilagi himneski Faðir minn. Drottinn minn, við viljum sjá þig ríkja á Íslandi, drottinn. Og Faðir minn, við bara leggjum líka bara allt það sem í gangi í heiminum, drottinn minn. Faðir minn, að við getum beðið. Það eina sem við getum beðið. Beðið í Jerúsalem friðar, drottinn minn. Faðir minn og Guð, ég bið að vera með einum og sérhverjum sem þarna úti í dag, drottinn. Hobra shara landara lari andara lari ando. Að við vitum öll að þú eignast svarið í öllu, drottinn minn og Guð. Hobra shara landora lari andora laria. Takk, elsku drottinn minn. Og Faðir minn, ég bara bið líka fyrir Guðrún Helgu þegar hún talar út þitt orð hér og eftir, drottinn minn. Takk, drottinn minn, fyrir það orð sem þú hefur gefið henni og hún talar hér út og eftir, drottinn minn. Takk, elsku Faðir minn. Og ég biðist, drottinn minn, að við megum hafa eyru sem að heyra. Að við megum meðtaka það orð, drottinn minn, sem að verður tala hér út í dag, drottinn. Takk, elsku Faðir minn og Guð. Í Jesú heilaga nafni. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Það svo gott að koma saman. Örfáir hlutir sem ég ætla að fá að nefna. Unglingarnir okkar að hittast í dag eða kvöld klukkan 6. Hvetjum alla þá sem að eiga unglinga og þekkja til að koma sunnudögum klukkan 6 til 8. Síðan eru bænastundir hér á þriðjudögum klukkan 6. Á sunnudögum klukkan 11 eru líka bænastundir og ég hvet ykkur til að koma og taka þátt. Það skiptir máli. Það skiptir máli að við komum saman og biðjum saman. Síðan eru heimahópar í gangi, hvort sem það er hér í kirkjunni eða í heimahúsum, og þeir skipta máli. Af því að þar fáum við tíma til þess að ræða Guðs orð, lesa orðið saman, rýna í orðið og brýna hvort annað, og það skiptir máli. Það skiptir svo miklu máli. Þannig ég hvet ykkur, ef þú ert ekki nú þegar í heimahóp, endilega talaðu við okkur á eftir. Mars er runnin upp og eins og Ingibjörg sagði hérna fyrir hálfu mánuði þá ætlum við að vera með framkvæmdarmánuð núna í mars
og við ætlum að dytta húsun okkar, við ætlum að dytta kirkjunni, það eru ótalmargir hlutir sem að þarf að gera. Það þarf að laga glugga hérna frammi, það þarf að fara við ætlum að lagfæra salernin, það er svona eitt og annað. Og það er enginn sem getur þetta einn og við þurfum að hjálpast að, öll sem eitt. Við getum blessa kirkjuna fjárhagslega, við getum líka mætt klukkan 9 næstkomandi laugardag. Við verðum í húsinu milli 9 og 2 næsta laugardag. Þannig ef þú átt klukkutíma eða 2 klukkutíma, þá er eitthvað fyrir alla. Þó þú getur ekki haldið á hamar og nagla, þá er eitthvað annað. Það er nóg að gera. Þannig að ég hvet ykkur endilega til að taka frá tíma næsta laugardag og koma og vera með okkur. Eða það pósi hérna aftast, þau geti blessað inn í þessar framkvæmdir sem framöndan eru. Amen. Síðan er Páskamót Vegurins 2026. Það er ótrúlega spennandi. Það fer fram dagana 2. til 5. apríl og við fáum til okkur góða gesti frá Noregi, Jóstein og Britt konu hans sem verða hjá okkur og þjóna til okkar þessa daga. Og dagskrá mótsins er sirka svona, við ætlum að byrja á skírdag stelpur. Við ætlum að eiga systradag hérna saman og við byrjum með brönns klukkan 11 og svo verður kvennasamkoma klukkan 12 þar sem að Britt þjónar til okkar. Föstudaginn langa og laugadaginn eru samkomur klukkan 8 og á laugadeginum er líka sameiginlegur kvöldverður hérna frammi klukkan 6:30. Síðan ætlum við að breyta aðeins til. Við ætlum að vera með samkomu á páskadag klukkan 12 af því að þetta er hátíð kristinna manna og páskadag ættum við öll að koma saman og við ætlum að gera það. Þannig á páskadag ætlum við að vera með brauðsbrotningu og niðurdýfingaskýrn. Amen. Það er ótrúlega spennandi mót framundan og ég hvet ykkur til að taka þátt. Bæði að koma á bænastundir framundan, þar sem við biðjum saman, taka þátt í heimahópum í kirkjunni og undirbúa, gera kirkjun okkar fínar. Höldum kirkjun okkar, þetta er húsið okkar, þetta er hús Drottins. Þannig að hjálpumst að við að gera heimilið okkar gott. Amen. Við skulum halda áfram að lofa Guð og svo kemur Guðrún Helga og tala til okkar. Amen. King of glory, coming on the clouds with fire, the whole earth shakes, the whole earth shakes. I see His love and mercy washing over all our sin. The people sing, the people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna.
generation rising up to take their place with selfless faith, with selfless faith. I see a near revival stirring as we pray and sing. We're on our knees, we're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. As I walk from birth into eternity. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. 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 Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. You're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory.
You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, vi lover dig, Jesus. Oh, vi lover dig, Jesus. Aðeins þú ert verður Guð. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Oh, vi lover dig. Halleluja, Fader. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. All my words fall short. I've got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song was still, and you never do. So I'll throw in my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but nothing else fit for a king, except for the heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response, I've got just one. With my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but nothing else fit for a king, except for the heart singing hallelujah, don't you get shy, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, oh, don't you get shy, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, oh, don't you get shy, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord.
'Cause all that I have is a hallelujah. Hallelujah. And I know it's not much, but nothing else fit for a king except for the heart singing hallelujah. Oh, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you got a lion inside of those lungs. So get up and praise the Lord. Come on, my soul, oh, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you got a lion inside of those lungs. So get up and praise the So I'll throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah. Hallelujah. And I know it's not much, but nothing else fit for a king except for the heart singing hallelujah. Hallelujah. Tack Jesus. Tack Jesus. Halleluja. Í nærveru þinni, Jesús, þú ert hér, svo hreinn og heilagur, aðeins þú ert Guð.
stöðugt meira sér hver dag. Guð vertu í mér. Í nærveru þinni, Jesús, þú ert hér, svo hreinn og heilagur, aðeins þú ert Guð. Það þú sem ég elska, meir en 1000 orð fá lýst, stöðugt meira sér hver dag. Guð vertu í mér. Í nærveru þinni, Jesús, þú ert hér, svo hreinn og heilagur, aðeins þú ert Guð. Það þú sem ég elska, meir en 1000 orð fá lýst, stöðugt meira sér hver dag. Guð vertu í mér. Það þú sem ég elska, meir en 1000 orð fá lýst, stöðugt meira sér hver dag. Guð vertu í mér. Það þú sem ég elska, meir en 1000 orð fá lýst, stöðugt meira sér hver dag. Guð vertu í mér. Það þú sem ég elska, meir en 1000 orð fá lýst, stöðugt meira sér hver dag. Guð vertu í mér. Í nærveru þinni, Jesús, þú ert hér, Þú ert hér, Jesús. svo hreinn og heilagur, aðeins þú ert Guð. Það er bara þú, Jesús, og enginn annar. Það þú sem ég elska, meir en 1000 orð fá lýst, stöðugt meira sér hver dag. Guð vertu í mér. Ó, Jesús, heilagur Jesús. Við þökkum þér fyrir nærveru þína sem er hér í dag, Jesús. Þú ert hér, Jesús, til að tala til okkar. Gefðu mér kjark og styrk, Jesús, til að segja það sem þú hefur lagt mér á hjarta. Jesús, ég bara segi, ég vil tala vegna þess að þú hefur sagt það, Jesús. Og ég get það. Með þinni hjálp, þá get ég það. Í Jesú nafni. Halleluja. Afsakið, en þetta er bara svona. Hú. Já, takk. Það er stundum gott að gráta líka, sko. Bara, stundum þarf maður það bara. En ég veit að ég get þetta. Og, já. Ekki í mínum mætti, heldur í hans mætti. Já,
Akkúrat. Við skulum sjá. Herðu, já, við skulum sjá. Afsakið. Sorry. Úps. Afsakið. Já, herðu, mér langaði að tala sko, hvað bæn og hvers vegna hún svona mikilvæg í okkar daglega lífi og göngu okkar með Jesú. Hún samskipti okkar við Guð og hún leið til að tjá lofgjörð og þakkir, iðrun eða bænum hjálp. Hún grundvöllur í sambandi okkar við Guð. Hún trúnaðarsamtal, þitt við Guð og mitt, og ég get tala við hann allt sem ég vil, hvar og hvenær sem skiptir ekki máli. Ég get verið út í búð eða ég get verið bara einhvers staðar og ég get tala við hann og biðja hann að hjálpa mér. Alveg sama, skiptir engu máli. Hún það samband sem við eigum við Guð. Við tölum við hann eins og við tölum við okkar besta vin. Þannig á samband okkar við Guð að vera eins og tala við besta vin okkar, algjörlega. Hann á að vera það besta sem við eigum í lífinu. Og það stendur í 1. Þessalóníkubréfi 5, 17-18. Biðjið án afláts, þakkið alla hluti, því að það vilji Guðs með ykkur í Kristi Jesú. Og við eigum öll okkar eigin aðferð til að biðja. Það engin einn sem gerir eins og engin ein leið réttar en önnur. Við þurfum að finna þá leið sem hentar okkur. Til dæmis mér finnst rosa gott þegar ég ætla að eiga samfélag við Guð, að setja á góða lofgjörð tónlist, lofa Guð, biðja segjan í tungum og svo biðja með því sem og biðja fyrir það sem ég finn og upplifa að Guð að segja. Og þegar við biðjum þá þurfum við líka að vita að við eigum í andlegri baráttu. Djöfullinn reynir allt til að stoppa það að við eigum samfélagi Guð. Hann lætur okkur finna upp alls konar afsakanir og ástæður af hverju við höfum ekki tíma til að biðja og lesa í Biblíunni. Ég hef sjálf oft verið að ströggla með þetta og oft verið að rökraða við Guð þegar hann að minna mig á að banka hjarta mitt að biðja til hans. Bara einn þátt í viðbót, eða bara nokkur TikTok myndbönd í viðbót, eða ég svo þreytt, ég ætla bara að fara að leggja mig. En við eigum öll í þessar innri baráttu. Og þess vegna þurfum við að ákveða að gefa Guði tíma og ákveða að fylgja honum á hverjum degi. Eins og ég segi oft við unglingana mína, við eigum öll 5 mínútur á dag til að gefa Guði. Við þurfum bara að ákveða, eins og segja, byrja að taka frá tíma. Það svo mikilvægt. Með því að taka frá tíma, þá kynnumst við honum betur, alveg eins og við kynnumst vinum okkar og fjölskyldu með því að eyða tíma með þeim. Og eftir því sem við kynnumst honum betur, þá viljum við bara eyða meira tíma með honum, því það svo mikið frelsi og það svo mikið hjálp í honum. Já. Og ef við eyðum ekki tíma með honum, þá breytist ekki neitt í lífum okkar. Þess vegna það svo mikilvægt. Þegar við gerum það, þá sýnir Guð okkur hvernig hann vill leiða okkur áfram og nota okkur til að hjálpa hann upp öðrum sem líka að ströggla í sínu lífi. Hann heyrir bænir okkar jafnvel áður en við biðjum þær. Stundum við bara að hugsa hvað við viljum biðja, en við tölum það aldrei út, en hann heyrir það samt. Hann heyrir allt og veit allt. Ef við leyfum Guð að tala til okkar, tala í gegnum okkur til annara, þá blessar það ekki bara þann sem við tölum við, heldur einnig okkur og þroskar okkur í göngu okkar á Guði. Guð vill gefa okkur allt það sem við biðjum hann um. Það stoppar ekki honum, hann bregst aldrei. Við þurfum að trúa því að hann elski okkur svo mikið að hann vill og geti svarað öllum okkar bænum. Hvað sem við biðjum fyrir, stórt eða lítið, þá tekur hann við og vill hjálpa okkur að ná því fram. Það ekkert sem of lítið eða stórt frammi fyrir honum. Og hann vill svara bænum okkar, svo við séum ekki með áhyggjur af neinu. Hann veit hversu þarfnast og hann vill hjálpa þér á öllum sviðum lífsins. Í Filippibréfinu 4:6-7 segir, verið ekki hugsjúkir neitt, heldur gjörið í öllum hlutir og óskir ykkar kunnar Guði, með bæn og beiðni og þakkagjörð. Og friður Guðs sem æðri öllum skilningi, mun varðveita hjörtu ykkar og hugsanir í Kristi Jesú. Amen. 2009 þá ákvað ég að fara í biblíuskóla í Svíþjóð og við fluttum og allt góð, við vorum ekki með vinnu og ekkert. Þannig að það svolítið mikið svona bara að treysta því sem Guð var að segja okkur að gera. Og við áttum ekki pening til að borga svona staðfestingargjald sem við áttum að borga áður en skólinn byrjaði. Ég bað Guð að hjálpa mér
og sagði við hann að það var hann sem sagði mér að fara inn á skóla og hann þá að redda þessu. Ég ákvað að trúa því af öllu hjarta að hann myndi hjálpa mér. Og fyrsta skóladaginn þegar ég labbaði inn í skólan var ótrúlega stressuð að því ég var ekki með þennan pening. En svo kom vinur minn til mín og sagði, og þarftu ekki að ágjörð, það er búið að borga þetta. Og ég bara horfði á hann og ég sagði bara, vá, hvað, þú veist. En Guð sá þetta á réttum tíma og hann aldrei of seinn. Og enn í dag veit ég ekki hvern Guð notaði til að gera þetta. Ég veit ekki, skiptir ekki máli, en það var Guð sem gerði þetta. Og það var sami upp á teningnum þegar ég ákvað svo fara aftur í biblíuskóla árið 2012, annað árið. Það átti ég heldur engan pening, en ég trúði því að Guð myndi bjarga þessu alveg eins og síðast. Og nú hafði ég jafnvel meiri trú vegna þess að ég vissi að Guð hafði hjálpað mér áður. Og nokkrum dögum áður en að skólinn átti að byrja, þá fórum við í heimsókn til vini okkar og þau sögðu að Guð hefði sagt sér að þau ætti að gefa mér akkurat fyrir þessari greiðslu. Aftur svaraði Guð bænum og gerir enn. Biblían kennir okkur hlutverk og mikilvægi bænarinnar. Biblían svarar ekki öllum spurningum sem við höfum lífið og tilveruna. Hún var skrifuð þeim tilgangi að hjálpa okkur að lifa því lífi sem í vilja Guðs. Hún hefur einn tilgang og það er að gefa okkur allar þær leiðbeiningar sem við þurfum til að lifa líf okkar með honum. Og mér langar að lesa í Jóhannes 1:1. Það sem stendur, þetta er flott orð. Hvað stendur? Og þetta er eins og gömlu, þetta glerum við niður. En í upphafi var orðið, og orðið var hjá Guði, orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði. Allir hlutur yrðu fyrir hann, án hans var ekki neitt sem til er. Í honum var líf og lífið var ljós mannanna. Ljósið skín í myrkrinu og myrkrið tók ekki á móti. Myrkrið tekur ekki á móti orðið Guðs. Það flýr bara í burtu. Já. Og svo ætlum ég að lesa í Hebreabréfinu 4. kafla og versi 12. Því að orð Guðs lifandi og kröftugt og beittar að hverju tvíeggju sverði og smýgur inn í innsti fylsni sálar og anda, liðamót og mergjar, það dæmir hugsanir og hugrenninga hjartans. Enginn skapaðar hlutum honum hulinn, allt bert og öndvert augum hans. Honum eigum við reikningsskil að gera. Sjá. Já, Hálfdan var að tala síðast að kirkjan væri eins og legókuppar og hann sýndi okkur mynd af legókuppum. Fyrst sjáum við alla kuppana bara út allt og síðan mynda þeir heila mynd. Ég heyrði einhvers staðar þetta að Biblían væri eins og púsluspil. Hvert einasta orð hefur tilgang en heildin sýnir okkur alla myndina. Öll orðin hluti af heildamyndinni. Við þurfum að setja saman allt púslið til að sjá hver myndin á að vera. Eins þurfum við að setja saman öll púsluspilin í orðinu til að skilja hvað Guð að segja við okkur. Við megum ekki taka orðið úr samhengi eða nota bara hluta af því. Því þá engin mynd, þá sjáum við ekki heildina. Þá sjáum við aldrei hvað það í raun og veru sem Guð að segja við okkur. Það er bæn þegar við tölum við Guð og hlustum á það sem hann vil segja við okkur. Við getum beðið til hans þegar við erum ein eins og Jesús gerði oft. Það stundur í Mattheus 14:23. Og hann hafði látið fólki fara, gekk hann til fjalls að biðjast fyrir í einrúmi. Þegar kvöld var komið var hann þar einn. En við getum líka beðið mörg saman. Við komum saman sem kirkja til að biðja eða þegar við hittumst í heimahópum að biðja. Það byggir líka upp and okkar og hjálpar okkur að gönga okkar með Guði. Og það er bænastundag þriðjudögum, það er mikilvægt að mæta og biðja saman. Það er mjög mikilvægt. Okkur sjálfum og öðrum til uppbyggingar. En mikilvægast af öll að vita af hverju við erum að biðja og hver tilgangurinn er. Það eru nokkra ástæður fyrir því af hverju við þurfum að biðja. Fyrsta lagi, Guð segir okkur að gera það. Hann segir í Jeremía 29:12-14. Þegar þér ákallið mig og komið og biðið til mín, mun ég bænheyra yður. Ef þér leitið mín, munu þér finna mig. Þegar þér leitið mín af öllu hjarta, lætið yður finna mig, segir Drottinn. Þegar við biðjum, þá heyrir hann í okkur. Og þegar við leitum hans af öllu hjarta, þá lætur hann okkur finna sig. En það er ekki hann sem er týndur og þarf að láta finna sig. Það er við sem erum týnd. En við þörfnumst þess að Jesús finni okkur og sé með okkur. Hann vill vera í sambandi við okkur. Hann veit að við þurfum á honum að halda. Með bæn og lofgjörð upplifum við nærveru hans og elsku til okkar. Við lærum meira og meira eðli Guðs í hvers skipti sem við hefum samskipti við hann. Og bænin færir okkur nær honum og hann umbreytir okkar lífi.
Hann dýpkar skilning okkar á honum og dýpkar trú okkar og löngun til að biðja til hans. Hann vill svara bænum okkur og vill af því hann elskar okkur. Og þegar hann svarar, að þá verður vitnisburðurinn honum til dýrðar en ekki okkur. Hann vill að við komum til sín með vandamál okkar og þarfir í bæn. Í Matteus 11, 28-30 stendur: Komið til mín öll þér sem erfið og þunga eru hlaðin og ég mun veita yður hvíld. Takið á yður mitt ok og lærið af mér því ég er hóvær og af hjarta lítillátur og þá munu þér finna hvíld sálum yðar. Því mitt ok er ljúft og byrði mín létt. Hann vill taka á sig allar okkar áhyggjur, vandamál og það sem liggur þungt á hjarta okkar. Og hann vill gefa okkur sínar byrðar sem hann segir að séu léttar og auðvelt að bera. Hann vill ekki við séum að burðast með allar áhyggjur lífsins og herðum okkar. Hann vill hjálpa okkur, en við þurfum þá að biðja hann um hjálp líka. Það er ekki nóg bara að ætlast til þess, eins og við biðjum vin okkar um hjálp. Við ætlumst ekki til að vinur okkar gera það, við biðjum það um það. Þannig er eins með Jesú. Hann veitir speki og skilning í gegnum bæn. Það er Jakob 1:5. Ef einhvern mann í ykkar hópi brestur visku, þá biðji hann Guð sem gefur öllum örlátlega og átölulaust og honum mun gefast. Amen. Hann gefur okkur trú til að biðja með visku og skilningi og þá mun hlutinni fara að gerast í lífum okkar. Ef við biðjum samkvæmt þessari visku sem hann gefur okkur, þá fáum við svar og óskir okkar uppfylltar og bænir. Í sálmónum eru bæði lofsöngar og margar ólíkar tegundir bæn eins og Eygló var að lesa áðan, þá er þetta með svona lofsöngur og þakkir. Það eru þakkarbænir og iðrunarbænir, ákallum að losna úr höndum óvinarins og svo eru fleiri og fleiri. Og í Guðspjöllunum þá segir að Jesús hafi beðist fyrir. Hann bað alveg svo við. Í Markús 1:35 stendur: Og arla löngu fyrir dögun fór Jesú á fætur og gekk út, vék burt á óbyggðan stað og baðst þar fyrir. Hann gerði líka bæn sína í Getsemáni áður en hann var handtekinn. Það stendur í Markús 14, 35-36. Þá gekk Jesús lítið eitt fram, féll til jarðar og bað að þessi stund færi fram hjá sér ef þess væri kostur. Hann sagði: Abba faðir, allt megnar þú, tak þennan kaleik frá mér, þó ekki sem ég vil heldur sem þú vilt. Hann hlustaði á heilagan anda og föður sinn og þráði ekkert meira en að gera vilja föðurins. Hann bað hann um hjálp, en hann bað hann líka opinbera fyrir öðrum hver vilja hans væri. Og hann kendi líka lærisveinunum að biðja. Og það er bæn sem við þekkjum öll, eins og faðir vorið. Öll lærum við þessa bæn þegar við erum ung. Það er gott að nota þau tæki og tól sem er í Biblíunni, en við þurfum að passa okkur að festast ekki í einhverjum venjum og hefðum. Og við þurfum að vita hvað það er sem við erum að biðja. Ekki bara lesa þetta upp og bara þetta er eitthvað gamalt sem við þekkjum, heldur þurfum við að vita hvað orðin þýða og af hverju við erum að biðja. Við þurfum einnig að biðja með okkar eigin orðum og einnig að anda með tungutali og hjálp heilags anda. En áður en hann kendi lærisveinunum að biðja, þá sagði hann í Markús 6, 5-8: Og þegar þið biðjið fyrir, þá verið ekki eins og hræstararnir. Þeir vilja helst standa og biðjast fyrir í samkundum og gatnamótum til þess að menn sjáu þá. Sannlega segi ég yður, þeir hafa tekið út laun sín, en þegar þú biðst fyrir, skaltu ganga inn í herbergi þitt, loka dyrunum og biðja föður þinn sem er í leynum. Faðir þinn sem er í leynum, hann mun umbuna þér. Amen. Og þegar þið biðst fyrir, skuli þér ekki fara með fánýta mælgi eins og heiðingjarnir. Þeir hyggja að þeir verði bænherðir fyrir mælgi sína. Líkist þeim ekki. Faðir yðar veit hvers þér þurfið áður en þið biðjið. Ja, hann segir okkur að fara inn í herbergi og loka dyrunum og vera ein með föðurnum. Og hann mun umbuna okkur. Svo kom þessi stórkostlega bæn sem hann kendi þeim, sem er enn notuð út allan heim. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki og verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss voru skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu. Því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin og að eilífu. Amen. Hann segir, faðir vor, hann segir, þú ert faðir okkar og nafn þitt er helgað. Ríkið þitt koma og vilji þinn verða hér eins og á himnum. Þú sér fyrir okkur alla daga. Þú fyrirgafst okkur svo við getum fyrirgefið öðrum. Hann fristar okkar ekki, heldur frelsar okkur undan valdi óvinarins.
Ríki hans mun vara að eilífu og máttur hans og dýrð munu koma fram í lífum okkar. Og svo endan orðinu amen sem þýðir verði svo. Við þurfum að taka það alvarlega eiga samfélagið Guð í gegnum það að biðja og lesa í orðinu því það skiptir svo miklu máli. Guð vill tala við okkur og vill heyra í okkur. Ok, ég ætla að nota setningu sem ég held að ég myndi aldrei nota aftur. En þessi setning passa bara svo vel inn í það sem ég hef sagt að ég ákvað að nota hana og enda á henni. Guð er bara einn í bæn í burtu. Ekki 2, ekki 3, bara einni. Fyrir 20 ára síðan þá var ég í kirkju þar sem þessi setning var notuð mikið og hún var eiginlega farin að vera svona öfugmæli. Það var slegið fram en engin sannfæring á baki. En hún á vel við í dag að því Guð er bara einn í bæn í burtu. Ég fá lókjörnuna til að koma hingað. En á þessum tíma þá fannst mér mjög erfitt að koma fram fyrir Guð, en í dag hefur hann með tímanum kennt mér að það tekur bara stutta stund. Vegna þess að það er ekkert sem við getum gert til að bæta við það sem Jesú hefur þegar gert með því að úthella blóðið sínu á krossinum og deyja fyrir syndir okkar. Þess vegna komumst við fram fyrir föðurinn án verka eða athafna fyrir Jesú blóð sem hreinsar okkur af allri synd. Og mér langar til að skora á okkur að taka tíma með Guði á hverjum degi og að lesa í Biblíunni. Eins og ég sagði áðan þá skiptir tímalengdin ekki máli. Heldur skiptir máli að koma upp þessari rútínu að eyða tíma með Guði alveg eins og við eyðum tíma á samfélagsmiðlum eða horfa á sjónvarpið. En það að biðja og lesa mun gefa okkur margfalt meira. Þegar við lesum og biðjum þá byggjum við upp okkar innri mann og verðum sterkari í anda okkar og eiga auðveldara með að takast á við daglegt líf. Við skulum enda á því að biðja saman. Drottinn Guð, viltu gefa okkur það ráð til að eiga samfélag við þig í gegnum bæn og orðið þitt. Hjálpa okkur að gefa þér tíma á hverjum degi, svo við lærum að þekkja þig betur og betur. Vertu með okkur þegar við göngum inn í nýja viku og myndu okkur á fyrirheit þín hvern dag. Í Jesú nafni. Amen. Ef þú ert að ganga í gegnum eitthvað í lífinu, þá erum við með bænafólk hér sem vil koma og biðja með ykkur og sjá kraftaverk gerast í lífum ykkar. Og ég vil minna á bænadúkana sem við erum með hérna á báðum hliðum. Ef það er einhver sem þú þekkir sem er veikur eða jafnvel þú sjálfur og er að gangi gegnum erfiða hluti, þá getum við beðið fyrir klútunum með ykkur og þið getur farið og setta henni í kottaverið hjá viðkomandi eða hjá sjálfum ykkur og við munum sjá lækningu. Amen. Í faðmi þér, vernda mig með þinni sterku hönd. Þegar hafið rís svo stórt